marvelous. So marvelous, so marvelous what the Lord has done. So marvelous. So marvelous, so marvelous what the Lord has done. So wonderful. So wonderful what the Lord has done. So wonderful. So wonderful what the Lord has done. Við ætlum bara okkur langa aðeins til þess að minna okkur sjálf á og ykkur sem að eru hér og þá sem eru á leiðinni að við erum komin hingað af því að ná drottins er nýja á hverjum degi og hann er þessi yndislegi Guð og Faðir sem að annast og umvefur okkur og hann er yndislegur, stórkostlegur. Skulum við rísa á fætur og við ætlum að syngja saman og ætlum að byrja á sálmi sem heitir Dýrð, heiður og lof. Halleluja, þín
Jesús getur frelsað yfirlýsing sem við viljum að hljómi alltaf héðan, og hún hljómi líka þegar við förum héðan. Við förum með þetta með okkur hvar sem við erum og hvers sem við förum. Jesús getur frelsað. Og í þessum sigri komum við saman hér í dag. Amen. Mér langar til þess að við, leið og ég býð ykkur velkomin á samkomu, þá langar mér til þess að þið takið þátt í því með mér hér í dag með því að biðja blessunar, 2, 3, 4 sem í kringum ykkur standa. Gaman að sjá ykkur og Drottinn blessa ykkur. Skulum gera það.
Svo ætlar hann Helgi að koma upp og lesa fyrir ykkur orð. Við skulum standa á meðan að orðið er lesið. Amen, yndislegt að vera samankomin í einmitt þessum sigri. Mér langar að lesa úr Opinberunarbókinni, bók sem ég mikið búin að vera að lesa undanfarið. Og það er mikið talað hennan sigur. Og það segir í 21. kafla: og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði: sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né kvein, né kvöli framan til, hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði: sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir: rita þú, því þetta eru orðin trú og sönnu. Og hann sagði við mig: það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstir af lind lífsins vass. Sá er sigrar, mun erfa þetta, og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. Heyri amen við því. Það er sigur í Jesú Kristi, og þetta er það sem þetta er vonin sem við eigum, að við upplifum erfiðleika á þessu lífi. Það eru þrengingar og það eru tár, en það kemur tími þegar að sorg verður ekki lengur til, dauðinn verður ekki lengur til, og Guð mun þerra sjálfur hvert hár af augum okkar. En meðan við búum í þessum heimi, að þá höldum við áfram í gegnum allt það sem mætir okkur, og við stöndum saman í því. Og mér langar að taka næst fyrir bænarefnin. Þau eru mörg, en við vorum sérstaklega beðin að biðja fyrir manni sem varð fyrir slysi fyrir nokkrum árum, er bæði lamar og mikið verkjaður og ekkert sem virkar á það. Og svo hefur við trúsystur sem hefur einmitt verið að glíma við sjúkdóm sem læknar skilja ekki alveg og hefur verið mjög kvalin og verkjuð. Við skulum endilega bera hana uppi áfram í bænum okkar. Og svo bara berum við áfram. Ef þú hefur bænarefni á hjartaðinu, máttu gefa það til kynna með hægri hönd, og það eru mörg bænarefni út allan sal. Og að margt líka þakka fyrir, og við gefum þetta til kynna ef þú hefur þakkarefni, þá er það dásamlegt, og við felum það í Drottins hendur. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir nærveru þins heilaga anda sem er hér. Og ég þakka Drottinn minn fyrir þitt orð sem segir að kröftug bæn réttláts manns megni mikið. Og ég þakka þér fyrir að heilagi Faðir að þegar við komum fram í Jesú nafni, og við biðjum í Jesú nafni, Drottinn, að þá heyriru, og þá gerast hlutir. Og Drottinn, nú vil ég lyfta upp þessu manni, Drottinn, sem hefur verið þjakaður svona lengi af verkjum, og læknar get ekki hjálpa honum, og lyf duga ekki á verkina. Faðir, þú ert skapari okkar, þú ert hönnuður okkar, þú ert sá sem þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Og nú biðjum við bara, Faðir, í Jesú nafni. Drottinn, viltu rétt út höndina og snerta líkamanns, Drottinn, taka burtu verkina, Drottinn minn, og viltu gera hann alheilan. Ég þakka þér fyrir að, Drottinn, að þú megnar að gera langt umfram það sem við biðjum eða vonum. Og Faðir, við biðjum bara, komdu okkur á óvart, gerðu meira en við búumst við. Og þannig biðjum líka fyrir systur okkar, Drottinn, sem er búin að vera verkjuð og mjög kvalin, Drottinn. Og við eigum engin mannleg ráð til að hjálpa. Drottinn minn, við viljum lyfta henni upp í Jesú nafni. Og Drottinn minn, við viljum knýja á, Drottinn minn. Og þitt orð segir að alveg eins og konan sem kom fram fyrir rangláta dómaran og gafst ekki upp, að hann varði bónunar. Hversu fremur mun þá ekki Guð heyra bænir barna sinna? Og Drottinn minn, þannig lyftum við henni upp sem ein heild. Og við biðjum, Drottinn, viltu grípa inn í líf hennar, viltu lækna, Drottinn, gerðu langt umfram það sem við biðjum eða þorum að vona. Og ég þakka fyrir út Guð sem er ekki bundin af skilningi okkar, þú ert ekki bundin af trú okkar, Drottinn, þú ert stærri en skilningur okkar, þú ert meiri en trú okkar. Og ég þakka þér fyrir að heilagi Faðir, þú gerir langt umfram það sem við biðjum eða þorum að vona. Og það biðjum við Faðir í Jesú nafni. Og Drottinn, þannig lyfti upp öllum bænarefnunum sem hér voru rétt upp. Drottinn, þú þekkir þau. Drottinn minn, ég biði fyrir þeim sem er að ganga gegnum fjárhagserfiðleika. Drottinn, ég biði fyrir þeim sem hafa áhyggjur af börnunum sínum, Drottinn. Faðir, ég biði fyrir þeim sem að þekkja nágranna eða vini sem er í erfiðum kringumstæðum. Drottinn, ég biði í Jesú nafnum að þú grípir þar inn í. Ég biði, Drottinn, þú hjálpir okkur að vera verkfærin í þessa kringumstæður. Og Drottinn minn, ég biði að þú grípir inn í hjónabönd þar sem eru erfiðleika, Drottinn. Þú komir inn á heimili þar sem er ófriður og þú gefur frið. Og Drottinn, þannig lyftum við líka upp landin okkar. Við biðjum blessun yfir landið okkar, blessun og visku við þá sem leiða og stjórna, Drottinn minn. Við biðjum varðveislu við landið frá öllum vám og náttúruhamförum, Drottinn.
Við biðjum að þú lokir landin okkar fyrir fíkniefnainnflutningi drottin eða aðkomu glæpagengja. Drottin, við biðjum vernd og varðveislu við þetta land. Við biðjum blessun þína við þetta land. Og við biðjum drottin minn vakningu við þetta land. Faðir, biðjum að þú opnir hugi og hjörtu Íslendinga fyrir fagnaðarerindinu Jesú Krist. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Kom heilagur andi og blástu nýjum vindi við þetta land. Kom heilagur andi og dragðu okkur nær þér. Megi ríkið þitt vaksa og megi ríkið þitt koma á Íslandi. Í Jesú nafni biðjum við drottin. Í Jesú nafni. Amen og amen. 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 Það er oft erfitt þegar maður kemur í ham, krakkar. Og það eru bara nokkrar tilkynningar. Þið megi fá okkur sæti. Takk fyrir að standa. Mér þykir vænt þegar við stöndum undir lestri Guðs orðs að það er næstkomandi föstudag er krakkafjör í kirkjunni. Þetta er fyrir krakka á svona eldri krakkana í barnastarfinu, manstu aldurinn nákvæmlega. Það er miði með nákvæmum upplýsingum sem ég fór algjörlega fram með mér. 14. nóvember frá 5 til 7, krakkar á aldrinum 9 til 12 ára. Og þetta er nýtt sem barnastarfið er að gera, fá krakkana reglulega, þau kynnast, gera eitthvað skemmtilegt og þetta verður svona ekstra púður sett í þetta. Og þetta er auðvitað undir því komið að papp og mamma keyri eða skutli eða styðji eða láni í strætó eða eitthvað. Þannig að papp og mamma skipið í krökkunum. Nei. Ef krakkarnir vilja koma þá endilega hjálpið þeim að gera það. Og þetta verður í kaffisalnum. Það verður farið í leiki og pöntu pizza og ýmislegt svona sem kemur í ljós á föstudaginn. Síðan næstkomandi laugardag eru tónleikar í kirkjunni. Þessi kirkja er full af lífi. Það var afmæli í gær og tónleikar. Lindakirkja var með tónleikar frá einhverjum vikum. Það er mikið meira í kirkjunni. Þannig að núna á laugardaginn eru tónleikar. Ég man ekki klukkan hvað. 8. Það sést líka á Facebook. Þetta er event hjá mér á Facebook. Það er svona hefur ekki með síma sinn. Síðan næstkomandi föstudag er líka sálmakvöld upp í Samhjálp. Ég sagði það gig. Já. Sálmakvöld upp í Samhjálp. Og síðan auðvitað byrjun desember, jólatónleikar. Það er byrjað að selja miða. Ég vona að sé eitthvað á góðum sætum eftir, en öll sæti eru góð sæti. Heyri amen. Það snýst um að heyra tónlistan og þetta er góð snembúin jólagjöf ef maður vill byrja jólin vel fyrir eitthvað sem að þið þykja vænt um. En næst er komið að viðburði sem er ekki kannski sístur í samkominni. Við lofum Guð með ýmsu móti og það er rosalega fyndið í vestrænum heimi, er rosalega viðkvæmt þegar predikarar fara að tala um peninga. Og það er nákvæmlega þess vegna sem predikarar þurfa að tala um peninga. Heyri amen við því. Málið með peninga er að peningar eru það sem við treystum á í lífinu. Peningar er það sem veitir okkur öryggi og peningar er oft það sem hjálpar mér svolítið að vera Guð í mínu eigin lífi. Og Jesús talar mikið um peninga. Biblían talar meira um peninga en hún talar um trú. Hafið pælt í því. Ástæðan fyrir því er ekki svo að Guð hafi áhuga á peningum. Þegar Guð skapaði fullkominn heim, hann skapaði paradís, hann skapaði Edengarðinn, það var nóg af öllu, en það voru engir peningar og engin verðtrygging. Það var ekkert peningakerfi til, það þurfti ekki, við byggum til peninga. En peningar hafa rosalegt tak á okkur. Og Jesús kennir okkur í Lúkasarguðspjalli, það er mjög áhugavert, ég mæli með því að lesa Lúkasarguðspjall og pæli því sem Jesús kennir um peninga. Hann segir, andstæðan, þú getur ekki þjóna Guði og hinu illa. Það er ekki það. Þú getur ekki þjóna Guði og syndinni. Jesús segir, þú getur ekki þjóna Guði og peningum. Vegna þess að það sem hefur tak á hjarta okkar eru peningarnir. Og þess vegna biður Guð okkur að losa það sem heldur aftur af hjarta okkar. Það sem fjársjóður þinn er, þar mun hjartað þitt vera. Og Guð hefur áhuga á hjartanu. Og Jesús eiginlega kennur okkur að ef við lærum ekki að lifa í frelsi frá því að stóla á peninga, þá munum við aldrei lifa í sönnu frelsi. Þannig að þetta er eins og þetta hjóla og þú lærir að sleppa höndum. Það er svolítið óþægilegt fyrst, en síðan ertu bara fann að hjóla upp rekkur og text, gera ýmislegt á símaðinn. Skiljið þið, þetta er ákveðið frelsi. Þannig að næst ætlum við að taka fórn og það er smá nýjung í dag að til þess að auðvelda okkur að lifa í frelsi, að þá erum við með svona posa sem ganga bekkina. Kirkjan er svona aðgangan í 21. öldina. Selfoss er komið með app, bara fyrir að gefa gegnum appið. Er ég aðmennið því? Nei. Og svo sem hefur efna á snjallsíma með appi, hann er ekki, nei, djók. Og en Biblían talar um peninga og það er ekki vegna þess að Guð hafi áhuga á peningum, það er ekki vegna þess að kirkjan sé fjárplógsstarfsemi,
Það því að peningar hafa taka á okkur. Og það því að það ákveðið frelsi að læra að lifa í trausti á Guð en ekki í trausti á minn eigin styrk. Ekki í trausti á það sem ég get aflað eða mína visku og mitt hyggjuvit. Að læra að lifa í frelsi frá peninga áhyggjum rosalegt frelsi. Heyri ég amen við því. Og það ekki það að því að Guð ætla að gera okkur svo ógeðslega rík. Það því að Guð ætla að vera með okkur í gegnum sært og súrt. Í gegnum allt. Þannig að næst tökum við samskot, tökum fórn, pósandi gangu bekkina, baugandi gangu bekkina og ég held að þessi tónlistaratrið á meðan. Bjóð hana Írisi Guðmunds að koma upp og syngja fyrir okkur og kynna diskinn sinn. Góðan daginn. Fyrir ykkur sem ekki þekkja mig þá eins og Helgi sagði heiti Íris Guðmundsdóttir. Ég alin upp í Hvítusunnukirkjunni, dóttir Hrefnubrynju og fósturdóttir Snorra, þau eru fóstuðumenn á Akureyri, áður í Vestmannaeyjum. Móðir mín rampaði inn á tjaldsamkomu í Laugardalnum 1967 sumarið og fór þar fram til frelsis aðeins 15 ára gömul. Og 3 dögum seinna þá var henni boðið á bænastund hérna niðri þar sem kaffisalurinn og þar skýrist hún í heilugum anda. Og nokkru dögum eftir þessa stóru atburði þá uppgötar hún ófrísk að mér. Og þrátt fyrir að allt samfélagið laðist og eitt að þrýsta á hana að láta eyða fóstrinu á félagslegum ástæðum, að þá hafi þessi 15 ólingur styrkt til að segja nei við fóstureyðingu og segja já við lífinu sem hún gekk með. Og það var bara út af þessum atburðum sem átt sér stað þarna undan trúi ég. Jesús var komin inn í hjarta hennar og líf. Ég kom inn til að kynna disk. Hann lítur svona út. Ég hélt tónleika fyrir ári síðan hérna í þessari kirkju, talandi lifandi tónleikakirkju. Og þetta sem sagt upptaka af tónleikunum, þessi diskur. Þetta sem sagt lifandi upptaka, lifandi tónleikar og hérna vorið, cirka miðja maí í fyrra þá var ég að koma upp úr svona erfiðu tímabili í lífi mínu og búin að missa heilsuna 2 árum áður og fékk alveg heilt teymi sérfræðinga þarna til þess að hjálpa mér. Og ég fékk tækifæri, ég var bara sett inn í hérna bómul og með þetta teymi til þess að hjálpa mér að rísa aftur upp og ég fékk tækifæri þarna til þess að taka til í lífi mínu, var greind með áfallastreituröskun og það þurfti að taka til í ýmsu í fortíðinni. Og vorið í fyrra, það voru liðin 2 ár, þá ég að koma út úr þessu tímabili og þetta tímabil hafi verið óbúslega mikil innvera með Guði. Ég var ekki að vinna, ég var bara í endurhæfingu, ég var í sjúkraþjálfun og allt sem tilheyrir. En það voru mikið af innverustundum með Guði og það var eins og ég væri búin að vera þunguð af þessum lögum sem að streymdu svo frá mér þarna í maí. Í hálfa mánuð þá bara sat ég við píanóið og samdi þessi lög og það leið ekki nema 1,5 mánuð frá því að ég sem lögin og þangað til tónleikarnir voru orðnar að veruleika. Ég hóaði saman vinum mínum í kristna geiranum til þess að halda með tónleika til að taka upp og þau komu úr ýmsum kirkjudeildum. Ég held ég hafi reiknað 4 eða 5 kirkjudeildir, þannig að maður segja þetta hafi verið samkirkjulegt verkefni. Og það stóð nú til að vinir mínir hérna, Óskar og Jói, yrðu með mig líka en þeir þurftu að draga sér svo í hlé sökum manna. Og það var mikið panikk, get ég sagt ykkur, fyrir mig persónulega. En neyðin kennir naktir konu að spinna og það var á þessum tímapunkti sem ég áttaði mig á því að ég var komin með kunnáttu og verkfæri í hendurna til þess að gera þetta. Og svoleiðis blessaðist hlutirnir stundum. Þannig að tónleikarnir eru það veruleika og ég útsett allt efni sjálf. Þannig að þetta var heilmikill skóli og ég er í námi, ég er í tónlistanámi, ég er að læra til rytmiska tónlistar og tónlistakennarans. Útskrifast núna í vor. Ég held að ég sé búin að segja ykkur svona flest af því sem ég get sagt ykkur þetta annað heldur en kemur hérna fram á kynningamyndbandi. Ég ætla að ekki að syngja eins og var tilkynnt. Ég ætla að
rúlla hérna kynningamyndbandi sem ég bjóð til fyrir netið. Þau voru ásakandi svolítið commercial og svona, en hérna, ég held að komi allar aðrar, mér langar að nefna að Jói, hann mixaði og masteraði diskinn fyrir mig. Og Gaui Hafliða, vinur okkar hérna, hann gerði þetta fallega cover og enn fallegri textabók sem að inniheldur bæði textana á disknum og ritningaves sem að ég vísa í. Og svo alveg fullt af myndum af tónleikunum sem að Gaui tók. Þannig að þegar fólk hlustar á diskinn þá færi það svona tónleikastemmingun alveg beint í aðeins með því að hafa textabókina og skoða myndir og hlusta texta. En það eitthvað sem ég að gleyma. Diskurinn til niðri jötu. Það látir þið. Þið verða að fyrirgefa þetta, sko, að semja lög og texta og flytja yndislegt, en að þurfa að koma svo og kynna þetta og selja, það ekki uppáhaldsparturinn af þessu öllu. En diskurinn til niðri jötu, og ef þið hefði áhuga á kynningunum þá líka eintak þar sem hægt að hlusta á. Það hægt að skoða og hlusta, og það að koma jól, ef ykkur vantar hugmyndir að jólagjöfum. Just saying, en ekki bara rúlla þessu. Gjörðu svo vel, myndbandi fer bara í gang og njótið. Það bara nokkuð lög svona að vera að kynna þarna. My broken heart is weak, been shattered and crushed too many times. There is peace, there is mercy in His arms. I am so miraculous, all creation testifies of heaven's glory. In a world that never seems to quiet down, there's a little bit of heaven to be found. You, Lord, know in solitude, there's not the grave, there's not the grave, there's not the grave, there's not the Glæsilegt. Og alveg frábær framtak og Óskar hefur sagt frá því að það er svo mikið að gerast í útgáfumálum í kristilegri tónlist. Það bara hefur, held ég aldrei, verið eins mikið í gangi og eins mikið að koma út. Og endilega kaupið þennan disk. Það er svo mikil styrkur og mikil hvatning fyrir alla sem að eru að vinna í þessum geira að koma ekki út í mínusminnstakosti með svona útgáfu sem að kostar mikið. Og svo er að koma diskur sem að við höfum beðið eftir í mörg ár hér í Fíladelfíu og það eru jólatónleikar Fíladelfíu. Það er bara einhver vika rúm í það að það er komið og það eru 2 DVD-diskar og 1 CD hljóðdiskur með sem sagt, einum heilum tónleikum, 2013 tónleikunum sem voru sýndir á RÚV og svo best of frá 2006 til
2011, frábæri diskar, þannig að og alveg óendalega mikið. Og Hrönn, hún var að kynna sinn disk hérna síðast, það svo mikið að gerast og við erum svo þakklátt fyrir það. Nú skulum við rísa upp og börnin fara niður og þeir sem ætla að undirbúa brauðsflutninguna gera það og við ætlum að byrja að syngja og svo höldum við áfram að leiða ykkur í lofgjörð á meðan að brauðsflutningi fer fram. Ég byrja okkur sæti á meðan að við og við lesum úr fyrra Korintubrefi Páls til Korintumanna 11. kafla frá versi 23. Þegar ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt ykkur, nóttina sem drottin Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, braut það og sagði: þetta líkami minn, gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann úr bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þið dauða drottins þangað til hann kemur. Amen.
Heilagi Faðir, ég þakka þér Drottinn fyrir þessa stund, Jesús. Þakka þér Drottinn að þú ert mitt á meðal okkar. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús minn, að þetta er helgu stund, helguð í þér, Jesús. Ég lofa þér fyrir það, Drottinn minn, það sem þú gerðir fyrir okkur á Golgata. Þakka þér, Drottinn minn, að þú tókst bæði sjúkdóm okkar og syndir okkar upp á Golgata, upp á krossinn, Drottinn, og þakka þér fyrir það, Jesús minn, að við mögum boða það, Drottinn, að þú hefur frelsað okkur og þú hefur gefið okkur lífið í þér. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn, að í dag fáum við tækifæri einmitt til þess að minnast þess sem að þú gerðir fyrir okkur, Drottinn. Að við mögum hugleiða það hér í dag, Drottinn, að við erum frelsu fyrir náð og þú hefur keypt okkur með blóði þínu, Drottinn, og ég lofa þig fyrir það, Jesús. Og ég þakka þig fyrir það, Jesús minn, að við mögum koma fram fyrir þig hér í dag. Við erum börnin þín, Drottinn, elskuð af þér, Jesús, og ég lofa þig fyrir það, Drottinn. Þakka þér, Jesús minn, að við mögum eiga allt í þér. Takk, Jesús, í Jesu nafni. Amen. Halleluja. Drottinn, ég þakka þér fyrir að það er þú sem lifir í dag, Drottinn. Þú gafst líf þitt samt fyrir okkur, Drottinn, og þínu blóði var úthelt fyrir okkar syndir. Og ég þakka fyrir þú fyrirgefur okkur syndina, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir að við koma fram fyrir þig, Drottinn, með afbrotin okkar og syndirnar og getum beðið þig að fyrirgefa okkur og þú gerir það. Og ég þakka þér fyrir það erum við frjáls, fyrir það fá að vera heil, Jesús. Og ég þakka þér fyrir það sem þú gerðir. Og þakka fyrir það sem þú ert að gera fyrir okkur á hverjum degi, Drottinn minn. Við lofum þig og við elskum þig, Jesús. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Og við munum mynda svona 2 raðir. Fólk kemur bara fram, byrjum hérna fremst og færum okkur svo aftar í salin. Og á meðan mun lofgjörðin hljóma. Og við erum ekki að flýta okkur og við gerum ekkert langa röð. Bara við getum tekið okkur tíma, komið fram og þegið af borðið Drottins. Og brauðsbrotningin er svo kröftug og svo tákgræn stund. Þetta er eitthvað sem að kirkja Jesú Krists hefur óslitið gert í 2000 ár. Og það sama hvaða kirkjudeild við tilheyrum, sama hvernig tónlisti spilum eða hvaða kirkja það er. Við öll saminumst þetta, að það er í dauða og upprisu Jesú Krists sem við eigum okkar líf. Og það er það sem saminar okkur. Og Biblían kennir okkur líka að þegar við komum fram, að þá er tækifæri til þess að gera málin upp. Þannig að ef það er eitthvað í hjart okkar sem við vitum að á ekki að vera, það er eitthvað í líf okkar sem við vitum að á ekki að vera, þá er gott að gera það upp við Guð og koma svo fram og þiggja náð og þiggja líf úr hendi hans. Amen. Og bara þegar lofgjörnin byrjar að hljóma, þá megið þið koma fram. Yeah.
Bless us, yeah, we bow.
talar þitt orð hér í dag og við lyftum upp þínu nafni og við viljum lofa og vegsama þig. Og ég bið Drottinn að orðið megi finna flægða jörð sem opin til þess að taka við því sem að þú hefur að gefa og jörð sem að ber ávöxt, ríkulegan ávöxt í lífi okkar eins og sérhvers. Þess bið ég Drottinn í Jesú nafni. Amen. Amen. Gaman að vera með ykkur, vinir. Við höfum góðan Guð og við viljum tala um hann og segja frá honum. Helgi myndist á app. Maður séu hvað margir er að snjallsíma hérna inni og ég ætla að gefa ykkur leyfi til að taka hann upp ef þeir eru með hann. Bara takið upp snjallsíman ykkar. Eins og Helgi sagði frá hann þá er Hvítasunnu-kirkjan á Selfossi, svo góða kirkja sem að ég hef fengið að vera fórstöðumaður fyrir 12 ár. Við vorum að koma út fyrsta kirkjuappinu á Íslandi. Það er svona smá forrit fyrir farsíma og spjaldtölvur. Já, þið megið segja, vá, ég var rosa frá það. Og í þessu appi er hægt að hlusta á predikanir, horfa á þær. Þarna eru alls konar upplýsingar starfsemi kirkjunar og þetta skrá sig á viðburði og svo framvegis. Þið farið inn í búðina á ykkar síma, annarkvort App Store eða Play Store eða Windows Store, fyrir eftir hvaða síma þeir eru með. Og þeir sem eru yfir ákveðnum aldrei bara, hvað er maðurinn að segja? Og þar skrifið Selfoss Gospel. Altså heimasíðan okkar er selfossgospel.is, skrifið Selfoss Gospel og þá fáið þetta app og það er alveg ókeypis. Það vantar eiginlega úlingan í dag, þeir eru á úlingamóti. Þeir myndu skilja hvað ég er að tala um. Þetta er mjög sniðugt, kíkja á þetta. Og endilega gefið því 5 stjörnur í búðinu ykkar. En ástæðan fyrir að við erum með þetta app og ástæðan fyrir að við erum að gera það sem við gerum, bæði þessari kirkjun og Selfossi og kirkjunum landið, er að við viljum koma góðu fréttunum í Jesú áfram. Við viljum að fleiri fá að heyra. Við viljum ekki bara halda þessu fyrir okkur sjálf, heldur við viljum koma fréttunum áfram. Og það er það sem við erum að fjallum í þessari seríu, þennan mánuðin, sem heitir Gott fyrir suma, spurningamerki, er að við viljum tala að þetta sé gott fyrir alla. Þetta er gott fyrir alla. Þetta er boðskapur sem að allir þurfa að heyra. Í Jóhannes 3:16 til 17 stendur, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og það er markmið Guðs með allri þessari áætlun með að Jesús skyldi koma með kirkjun og öllu þessu, er að frelsa heiminn. Og heimurinn þýðir bara fólkið í heiminum, bara ég og þú og allir hinnir. Og Jesú elskar fólk svo mikið. Hann elskar alla menn, mig, þig og alla hina. Og það er okkar að segja frá því. Og viðhorf okkar gagnvart fólki þarf að vera kærleiksríkt. Við þurfum að elska fólk. Alveg svo Jesús elskar fólk. Jesú kom eins fram við alla, það kom vel fram við alla. Bæði þá sem áttu trú og þá sem áttu ekki trú. Og hann læknaði þá sem að voru ekki fylgjendrans. Alveg svo hann læknaði þá sem áttu trú á hann. Vændiskonur komu til hans og vildu vera hjá honum vegna þess að upplýðu kærleika frá því sem hann sagði, en síðan leiðbendan þinn áfram inn í rétt líf. Og það var alltaf kærleikur sem að mætti fólki þegar kom til Jesú, en síðan fekk fólk að heyra sannleikan í kærleika. Og þetta þarf að vera viðhorf okkar, að við þurfum að elska fólk og við þurfum að vera fús til að segja þeim sannleikan um Jesú. Jesú gaf ekki afslátt á orðu Guðs, en hann elskaði fólk og fólk upplifði það. Og þannig að sannleikurinn sem við segjum, hann má aldrei vera yfirsterkari kærleikunum sem fólk upplifir frá okkur. Þetta þarf alltaf að fara saman. Fólk upplifir kærleika og við höfum ekki aðgang af fólki nema við sannarlega elskum það. Nema að sannarlega fólk upplifi að við berum hag þess fyrir brjósti. Og þegar fólk upplifir það frá okkur, þá er það tilbúið að hlusta. Þá er það tilbúið að hlusta á sannleikanum við fagnaðarindi. Þetta tvennt verður að fara saman.
Og það er svo mikil heiður að fá að kynna öðrum fyrir Jesú. Það er svo mikil heiður að fá að leiða einhvern inn í þetta samband við Jesú. Og mér langar til þess að þið rifjið aðeins upp. Þið ykkar sem eru hér inni og eigi trú á Jesú Krist. Og mér langar að spyrja ykkur, gerðist það ekki fyrir tilviljun bara? Bara komið ekki allt í einun í hug ykkar og þið bara, búm, tókuð trú. Það gerðist bara sjálfur sér, var það ekki þannig? Nei. Ef við hugsum það, ef við rifjum aðeins upp, að þá var alltaf einhver manneskja með kennitölu og heimilisfang sem að sagði eitthvað við ykkur og kynnti ykkur fyrir fagnaðarindinu. Var það ekki þannig? Það er manneskja á bak við okkur öll. Einhver sem að opnaði munnin, sem að þótti nógu vænt okkur til þess að segja okkur góðu fréttinar. Kannski var það fjölskyldumeðlimur eða vinur, kannski var það einhver sem var að predika í kirkju, kannski heyrður eitthvað í útvarpinu eða sást eitthvað í sjónvarpinu, en í öllum tilfellum að það var það manneskja sem elskaði þig nógu mikið til þess að opna munnin og segja þér góðu fréttirnar. Og það var manneskja sem trúði því raunverulega af einlægni að það besta sem gæti komið fyrir þig var að eignast lífið í Jesú Kristi, sem bara trúði því, var fullviss það, og sem betur fyrir höfðu þau rétt fyrir sér og höfðu kjark til þess að segja þau frá. Og í flestum tilfellum var þetta örugglega ekki manneskja sem var sérþjálfuð í að segja frá, sem var búin að fara í margra ára háskólanám í hvernig þetta að segja frá Jesú. Þetta var bara venjuleg manneskja eins og þú, sem sagði þér frá. Spurning mín í dag til okkar er þessi, og þetta er grundvallar spurning fyrir okkur öll, þegar kemur að því að segja frá. Trúir þú því að líf fólksins í kringum þig verði betra ef það heyrir Jesú Krist? Ok, þetta var flott, þetta var eins og brúðgumi í brúðgumi sem sagði já. En þetta er grundvallar spurning og við þurfum að vera þess fullviss að það að eignast lífið í Jesú Kristi sé lykillinn að lífinu fyrir alla, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir allt fólk. Og það sé í rauninni ekki hægt að takast á við eilíðina án þess að við erum búin að gera upp sín mál við Jesú Krist. Og við verðum að hafa þetta á hreinu. Við verðum að skilja þetta skiptir alla menn máli. Það þurfa allir að fá að heyra. Og það á við allt fólkið í kringum okkur. Ég trúi því að þetta sé eina leiðin til þess að lifa þessu lífi, er eiga samband við Jesú. Við komumst alveg í gegnum lífið, en þarna fá að lifa lífinu til fulls í sambandi við Guð. Og áður en við getum að nokkru einlægni sagt fólki frá, að þá þurfa að vera þess fullviss að þetta sé besti kosturinn fyrir alla menn að eiga samband við Guð. Stundum upplifið það hjá fólki og kristnu fólki að það hugsa með sér, þetta er rosalega gott fyrir mig, það hjálpaði mér að komast í kirkju, það hendar mér, hendar mínum lífstíl, ég veit ekki hvort það hendar nágrannar mínum, en þetta hendar mér, þetta er gott fyrir mig, ég þurfti á þessu að halda. Ef kristindómurinn er sannur, ef hann er ekta, ef fagnaðarerindið Jesú Krist er alvöru, þá skiptir þetta máli fyrir alla menn. Það getur ekki skipt máli bara fyrir suma, þetta skiptir máli fyrir alla. Við þurfum öll að fá að heyra. Í Mattheus 28:19 segir Jesú, farið því og gjörið, munið það, allar þjóðir að lærisveinum. Allar þjóðir, allt fólk. Þegar allir að fá að kynnast þessu. Og það er einn hlutur sem er á hjarta Guðs og það er fólk. Guð elskar fólk. Guð elskar að leiða fólkin í samfélag við sig. Og þetta á við hjónin í næsta húsi. Þetta á við konuna sem afgreiðir okkur í búðinni á hverjum degi. Þetta á við vin okkar, skólafélaga. Þetta á við föðurbróður okkar. Þetta á við systkinabörnin okkar. Þetta á við
fólkið í stjórnmálaflokknum sem við kjósum og líka í flokknum sem við kjósum ekki. Þetta á við allt fólk. Það þurfa allir að fá að heyra Jesú Krist. Og við þurfum að láta þetta sökkvinn. Við þurfum að trúa þessu. Að fagnaðarerindið fyrir alla menn. Vegna þess að Jesús elskar alla menn og vil fá að leiða alla í samfélag fyrir sitt. Í Tímóteusarbréfinu 2. kafla segir frá fyrsta versi: Fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkargjörðir fyrir öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir, til þess að vér fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í allri guðrækni og siðprýði. Og síðan kemur vers 3. Þetta gott og þóknarleg fyrir frelsar vorum Guði, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar og sannleikunum. Einn Guð, einn meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Jesú Kristur, sem gaf sjálfan sig til lausnar gjalds fyrir alla. Fyrir alla. Þetta fyrir alla. Það þurfa allir á Jesú Krist að halda. Hann lausnið við stóru gátunni, við ráðgátu lífsins. Það samfélag við Jesú. Og þetta hefur að gera með lífi núna og þetta hefur að gera með eilífina. Að fá að kynnast Jesú og þessu lausnarverki sem hann vann. Helgina var GLS námskeið. Hverjir voru þar? Mjög margir. Og fyrir ykkur sem voru ekki þar, þá hvet ég ykkur til þess að skoða fyrir næsta ár. Þetta frábært námskeið til þess að efla okkur í að vera leiðtogar í því sem við erum að gera. Og þessi sem stofnaði námskeiði, kom svo öll á stað fyrir 21 árum, þetta Bill Hybels. Og ég hef lesið nokkra bækur eftir hann, frábær leiðtogi og ég get alveg sagt, ég hef lært heilmikið af honum. Eina bókunum hans heitir Just Walk Across the Room og ég las hann daginn. Og fyrir ykkur sem talið ekki ensku, þá þýðir þetta labbaðu bara yfir herbyggið, eða gáttu bara yfir herbyggið. Og ég ætla að útskýra fyrir ykkur eftir smástund hvað það þýðir. Fyrst ætla ég að segja ykkur sögu. Ég var einu sinni í Fjölbrautaskóla fyrir cirka hálfri ævinni síðan. Og ég fór í fyrsta dönskutíman í Fjölbrautaskólanum. Og ekki tala illa dönsku í mín eyru, ég var dönskukennari í 4 eða 5 ár. Þetta stórkostlegt tungumál sem að allir þurfa að læra. En það sem ég kem inn í þennan dönsku tíma, fyrsti dönsku tíminn, þá ég að fara að labba í eitt sæti og þá sé ég, reki augun í það að þar ungur maður sem situr fremst og hann situr aleinn. Ég þekkti hann ekki neitt, aldrei síðan. Og ég bara tek þá ákvörðun að fara frá þeim stað sem ég var á og setjast til hliðina á honum. Og við setjumst alla saman, byrjum að kynnast, deilum svona reynslu hvors annars og hann var bara svona frekar einlægur og við fórum bara að tala, við vorum ekkert mikið einbytta okkur á dönskunni, akkurat þá, það kom síðar. Síðan bauð ég honum með mér í úlningastarf sem við vorum með á Selfossi og bara til að gera langa sögu stutta, þá eignaðist trú á Jesú Krist. Ok? Fleiri höfðu komið að því að segja honum frá í gegnum tíðina, hann hafði haft svona fengið áhrif hérna og þaðan, en ég fekk svolítið að loka kaflanum og leiðan til þess að taka trú. Til þess að þetta gerðist, að þá þurfti ég að ákveða að taka skrefin frá mínu þægilegarsæti til hans. Ég þurfti að taka meðvitað ákvörðun að labba yfir herbyggið að þessum dreng sem ég þekkti ekki neitt, en mér fannst ég ætti að setjast hjá honum. Og það var til þess að ég fekk að leiða hann inn í samfélag við Jesú Krist. Og þetta það sem þessi bók fjallar Just Walk Across the Room, að við tökum ákvörðun, meðvitað ákvörðun að fara til fólks, að setjast hjá einhverjum, ganga til einhvers og kynnast þeim og segja þeim bestu fréttir sem til í heiminum. Fréttina að Jesús elskar þá og Jesús þráir samfélag við þá. Jesús þráir að fyrirgefa þeir syndirnar og gefa þeir eilíft líf með honum. Þetta ekki hræðilegt. Þetta bara frábært.
Þú veist, það gaman að segja öðrum frá. Vegna þess að fréttirnar eru virkilega góðar. Og við þurfum þannig að vera dugleg og fús til þess að segja og mynda tengsl við þá sem þekki ekki Jesú Krist. Og vera dugleg að segja þeim frá. Kynnast fólki, heyra hvar það heyra hvar það stendur. Og það svo merkilegt. Við heyrum alls konar hugmyndir sem fólk hefur trúna á Íslandi í dag, það ekki? Og stundum bara fórnum við höndum og segja, hvert þjóðin okkar komin? Og þú veist, það alls konar svona sleggjudómar kristni og það eru sleggjudómar hitt og þetta. En síðan þegar við tölum við fólk, þegar við tölum persónulega við fólk, erum einlæg, tölum trúna okkar, þá kemur bara í ljós að fólk að leita að svörum. Fólk vill fá að heyra. Fólk vill fá að heyra sannleika. Og þegar við náum aðeins að koma, ryðjast í gegnum einhverja sleggjudóma sem fólk hefur heyrt eða fyrirsagnir í fjölmiðlum eða einhvern sársauka sem að fólk hefur myndað með sér eða ranghugmyndir, að þá bara kemur í ljós að fólk vill alveg heyra. Fólk með opin hjörtu. Og þegar fólk opnar hjörtuna aðeins, að þá mæti Guð og snerti við fólki og það eignast trú á Guð. Þetta rosalega einfalt. Kannski ekki alveg svona einfalt, en þetta samt einfalt. Við flækjum þetta fyrir okkur. Fólk þarf að fá að heyra og það eru við sem segjum þeim frá. Við erum ekki hrædd við það. Við erum fús til þess að taka fagnaðarerindið til fólks. Vegna þess að fólk þarf á því að halda. Í Mattheus 5. kafla versi 13 stendur, þér eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt. Menn fleygja því og tróða undir fótum. Þeir eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku. Og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Guð búin að kveikja eitthvað ljós innra með okkur og við megum ekki byrgja það. Við erum þeir sem að taka boðskapinn áfram. Alveg svo það var manneskja með kennitölu og heimilisfang sem sagði þér. Þá eru við manneskja með kennitölu og heimilisfang sem að munum leiða aðra inn í samfélag við Jesú Krist. Heyri amen við því. Finnst ykkur það ekki spennandi? Og að þessi tilfinning að fá að kynna ykkur fyrir Jesú, hún stórkostleg. Það fá að leiða ykkur inn í lausnina fyrir líf þeirra, sjá líf viðkomandi breytast og það kemur gleði og friður og allar þessar gjafir andar sem hann lofar okkur. Það yndislegt. Það virkilega betur en allt annað. En okkur finnst þetta flestum erfitt. Og við langar að segja ykkur staðreynd. Það var gerð könnun, 14.000 manns voru spurðir það hver eða hvað var ábyrgð á því að það komst til trúar og var komið í kirkju. Það voru 14.000 manns spurðir. Númer 1 yfir ástæðum var að sérstök þörf dróð á. Það var eitthvað svona neyð í lífið þeir og þess vegna enduðu þeir í kirkju. Vitið hvað voru margir sem komu svoleiðis? 1-2%. Ástæða númer 2, þau gengu bara óvart inn í kirkjuna, eða svona römbuðu inn í kirkju og þar upplifðu þau trúna. 2-3%. Það var forstöðumaður sem sagði þeim frá. 5%, hann ágætt, 5%. Kirkjuheimsókn, 1-2%. Sunnudagaskóli, 4-5%. Trúboðsherferð eða kristilegt sjónvarp, 0,5%. Prógram í kirkjunni, 2-3%. Vinur eða ættingi, 75-90%. Þetta eru sláandi tölur. Við erum þau sem leiðir fólk til Krists. Guð kallar okkur sem erum fólk með kennitölu og heimilisfang. Það eru við sem Guð vil nota. Við erum kirkjan, fólkið í kirkjunni. Og það eru við sem þurfum að vera óhrædd að segja öðrum frá bestu fréttum sem til eru í heiminum. Vegna þess að fólk þarf að fá að heyra. Í öðrum Korinthubréfi, 3. kafla versi 2 stendur, þér eruð vort bréf,
ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Fólk sér okkur og það horfir til okkar. Við erum að sýna náð Guðs í verki, náð Guðs sem hann hefur gefið okkur. Og sumir hérna eru frábærir í þessu, sumir eru fæddir trúboðar og bara alveg svo aðeins að hafa nokkuð fyrir því, leiða fólki inn í þetta. En flest okkar þurfum aðeins að svona hafa fyrir því, okkur finnst þetta svolítið erfitt. Okkur finnst erfitt að tala um trú okkar, við gerum ráð fyrir því að fólk muni dæma okkur og fólk muni hafna okkur og vil ekki tala við okkur, en það bara ekki svoleiðis. Við verðum að gera ráð fyrir að Jesús hann með okkur. Og oft það margir sem að koma að því að einhver tekur trú. Það margs konar áhrif. Þú heyrir eitthvað hér og síðan kynnistu þessum og síðan hittur þennan og endanum bara sannfæristu, mætir Guð þér. Fyrir fullt af fólki þú sá einstaklingur sem tengdastur Guði. Pæliði því. Ef fólk hugsar kristni eða kirkju eða eitthvað svoleiðis, að þá hugsar, já, ég þekki þennan sem fyrir kirkju, já. Og þá mótar það svolítið afstöðu viðkomandi af hvað að vera kristinn. Og hvernig finnst ykkur svo tilhugsun, eða hugsun bara ykkur? Fær fólk góða mynd af Kristi og kirkjunni við að bara þekka ykkur? Ég vona það, þú veist, og ég meina, það bara svona misjafnt örugglega. En þú ómeðvituð sú mynd sem kemur fyrst upp. Þetta dálítið ókveikjandi, en þetta svo raunverulegt. Og það skiptir svo miklu máli að það sem fólk sér hjá okkur, sé það sem endurspeglar Krist. Og það mjög áhugaverð svona líking við þetta. Ef við setjum fólk á svona ákveðin skala, og skalinn frá -10 upp í +10. -10 þeir sem að hafa bara engan áhuga á Guði, bara trú ekki neitt á Guð og bara eru algjörlega fjarlægir þessu, bara engan áhuga þessu. Þeir sem eru +10, það þeir sem að bara eiga samfélag við Guð, eru búin að kynnast honum. Og síðan eru allir sem þar eitthvað stára milli, eru með svona ákveðnar hugmyndir, veit ekki alveg þetta og svo framvegis. Og fólk alltaf að færast frá annarkvort mínus yfir í plús eða frá plús yfir í mínus. Og hlutverk okkar sem kristið fólk að mjaka fólki upp eftir þessum skala, frá mínus yfir í plús. Þannig að þú kannski umgengst einhverja mannesku í vinnunni, viðkomandi veit að þú kristinn, og spurningin svo, það að hún veit að þú kristinn, mun það færa hana upp í plús eða í mínus, skiljið. Okkar hlutverk að hjálpa fólki, vera hluti af þessari keðju sem leiðir fólk í meiri plús. Til dæmis, árið 2009 sat ég í flugvél frá Icelandair og ég var á leiðin til Boston. Og það svo gaman að vera í flugvél og þar sest fólk við hliðina manni og það kemst ekki neitt. Og þarna sest ungur maður, eða bara kannski á mínum aldri, og hann situr innst við gluggan og ég situr við hliðina á honum. Og við byrjum bara að spjalla. Þetta var bandarískur maður, aldrei hitt hann áður, aldrei síðan. Og við förum að tala saman og byrjum fljótlega, þú veist, hann kemst að hver ég segi hvað ég starfið og svo framist, þannig að við förum að tala um trúmál og við tölum saman alla leiðina, bara frá flugtæki fram að lendingu. Og umræðan fór fljótlega út í andlega hluti, kemur að ljósa hans mynd af kirkjunni neikvæð. Það sem hann hafði séð í kirkju var svona frekar, mótaðist af fjölmiðlum og svona alls konar hugmyndum sem hann hafði kynst. Og ég fór að deila með minni reynslu af Kristi. Ég fór að tala um trúna, kirkjuna og hvernig þetta snerti mínu lífi og hvernig þetta væri lifandi í mínum huga og þetta var svona mjög góða samræður. Og þú veist, ég bað ekki með honum kannski til frelsis, en hafa komið miklu jákvæðari mynd af því sem kirkjan var. Og honum langaði að fara athuga með að fara í kirkju við lendingu. Þetta var svona 4 tímar sem við bara spjölluðum stanslaust. Hann örugglega, hann fór ekki alveg í +10, en hann fór örugglega frá svona -7 allavega upp á 0.
kannski rétt yfir í smá plús, eða skilji skalan. Þannig við erum alltaf að hafa áhrif. Við erum alltaf að hafa áhrif á fólki í kringum okkur. Spurningin er bara, erum við að hafa áhrif yfir í mínus eða erum við að hafa áhrif yfir í plús? Ef við sem kristin fólk erum í vinnun okkar og erum alltaf að röfla yfir öllu á kaffistofunni, öll í vinnu, baktölum yfirmanninn og vinnufélagana og við erum ekki kærleiksrík og við erum ekki heiðaleg, við fyrir svona svig í kringum reglurnar og haldið að við færum þá fólk yfir í plús eða yfir í mínus, vitandi að við erum kristin. Sennilega mínus. En ef við erum kærleiksrík og við erum heiðaleg, ef við leggjum okkur fram, ef við erum duglegt fólk, þá munum við örugglega færa hlutin yfir í plús. Og við erum meðvituð þetta. Við erum opið bréf, lesin af öllum mönnum. Fólk sér hver við erum. Og fólk, afstaða fólks mótast að því að vera í kringum okkur. En við höfum svo, og þarna er ég manna sekastur, við erum svo duglega að finna okkur afsakanir fyrir að segja ekki frá. Það er svo auðvelt að komast í gegnum lífið á þess að nokkuð tíman að ræða trúmál. Á þess að tala þetta vegna þess að við forðumst það stundum. Og við stundum förum við svona hrossakaup við Guð. Guð, ég skal gera þetta og þetta og þetta, bara ég slepp að segja öðrum frá. Ég skal smíða, ég skal vinna endalaust í hjálparstarfi, ég skal vera rosa góður við alla, ég skal gefa peninga, ég skal aldrei blóta, ég skal ekki reykja og ekki drekka, bara ég slepp við að segja frá þessu þarna. Og við sannfærum okkur þetta. Ef við gerum allt annað, bara við sleppum við að tala þetta, að þá erum við í góðu lagi. Við erum öll kölluð til að segja frá. Við erum öll kölluð til að vera vitnisburður Jesú Krist. Við erum öll kölluð til að deila góðu fréttunum með öðru fólki. Og ég vona virkilega að við fáum öll að upplifa þá gleði að segja öðrum frá. Að fá að leiða annan inn í þetta samband við Jesú Krist. Það er svo frábært. Það er svo mikil gleði þegar einhver fara að upplifa þessa tengingu við Guð. Einhver sem hefur verið fjarlægur Guði, aldrei kynnst honum, hafa kannski ranga mynd af Guði. Þegar við fáum að segja, þetta er Guð. Svona er hann og hann elskar þig. Fáum að leiða fólk í sambandið. En til þess að þetta geti gerst og lykillinn að þessu er að við lifum sjálf daglega í samfélagi við Guð. Við getum ekki gefið það sem við ekki eigum. Og ef við erum ekki sannfærð eitthvað, að þá getum við ekki gefið neinum öðrum. Ég á góðan vin sem var eins og að selja ákveðna ryggsugutegund. Ég man ekki Kirby eða eitthvað líka. Rándýra ryggsugur, en ég held að það séu góðar. En já, það voru mjög döður og þetta virkaði með svona heima kynningar. Þá fór hann heim til fólks og var að kynna. Og hann fór í 19 söluviðtöl og hann seldi ekki einustu ryggsugu. Og ástæðan var þessi, hann hafði bara enga trú á þessu. Hún fannst þetta svo fáránlega dýrt og hann hafði enga trú á að þetta myndi gera nokkrum manni gagn. Og hann endaði alltaf á að sannfæra fólk, nei, þú þarft eiginlega ekkert á að salta. Og endaði með hann seldi ekki neitt. Við verðum að hafa trú á því sem við erum að segja. Og trúin kemur að samfélaginu við Jesú Krist. Þegar við lifum í þessu samfélagi, þegar við eigum tíma með honum á hverjum degi, þá fer þetta bara að vera svo auðvelt. Þá er þetta það sem lifir innra með okkur. Þá er þetta það sem við tölum um. Við þurfum ekki ákveða að tala um það bara gerist. Þegar við eigum samfélag við Jesú Krist, þá er þetta lífið okkar. Og þá erum við full af honum. Þá erum við full af gleðinni og friðnum sem hann einn getur gefið. Og það er yndislegt. Þegar líf okkar fara að flæða fram. Þegar það er eðlilegastur hlutur heima að tala um hver maður er í Jesú Kristi. Boðun okkur þarf að koma frá kærleika og við þurfum að upplifa aðrar manneskjur sem fólk sem að Guð elskar. Og þannig þurfum við að sjá fólk. Alveg sama hvaða mynd birtist okkur þegar við hittum fólk. Þá þurfum við að sjá manneskjur sem að Guð elskar. Við höfum ekki að horfa á vandamálin, við höfum ekki að horfa á syndina, ekki að horfa á vantrúna, við höfum alls ekki að horfa á fötin eða hegðuna
eða sín viðkomandi á Guð, heldur mannesku sem mun eignast breytt líf þegar hann fara að kynnast Guði. Það er það sem við þurfum að sjá. Sjá í gegnum öll lögin sem að skyggja á það sem raunverulega býð þarna inni. Og við þurfum að biðja Guð að gefa okkur svona djúpan kærleika til fólks. Fólksinn sem í kringum okkur, fjölskyldunar okkar, vinnufélaga, allir í kringum okkar. Við elskum fólk. Við elskum þau nógu mikið til þess að endanum opnum við munnin og leiðum þau inn í samfélagi við Jesú. Og Guð vil nota þig til þess að segja öðrum frá. Guð vil nota þig til þess að koma sínum kærleika til annars fólks. Segðu næsta mann, Guð vil nota þig til þess að segja öðrum frá. Og segðu við sjálfa þig síðan, Aron, Guð ætlar að nota þig. Segðu ykkar nafn náttúrulega. Guð vil nota okkur öll til þess að segja frá. Og í dag þá ég búin að vera að tala um svona svolítið af hverju og hvers vegna. Og það 2 skipti eftir þessari seríu og við ætlum svolítið að tala um næst hvernig. Hvernig eigum við að gera þetta? Við ætlum að tala um verkfæri sem við getum notað til þess að segja öðrum frá. Við þráum það. Þú veist, á þessum mánuði að þá vöxum við í þessu sem kirkja. Það fyrir að taka þetta frá því fyrir úr því að vera bara einstaklingsmiðuð og hugsa að þetta er bara gott fyrir okkur, gott fyrir suma. Ég hugsa, nei, það þurfa allir að fá að heyra þetta. Förum að vera kirkja sem að förum út með góðu fréttirnar, segjum frá, tökum kærleika Guðs yfir til allra manna. Leist ykkur ekki vel á það? Þurfum við ekki að vita meira og kunna þetta bara? Þú veist, við viljum ekki skilja okkur eftir bara, jú, ég þarf að gera þetta en ég veit ekkert hvernig ég á að gera þetta. Við viljum hjálpa okkur áfram. Í Jóhannes 3:16 stendur því svo elskaði Guð heimið að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og þetta er fyrir okkur öll. Og mér langar að segja við þig, ef það er ykkur hérna inni sem að þú eru ekki ennþá fengið að upplifa kærleika Jesú fyrir þitt líf. Þú eru heyrt hann, þú eru heyrt að þetta sé gott og þess vegna ertu sennilega hér. Vegna þess að þú veist að það er eitthvað jákvætt í þessu. Mér langar að segja við þig, í dag er tækifæri til að gera upp þín mál við Guð. Að gefast Jesú Kristi. Þess að Jesú, ég þarf á þér að halda, ég er búin að reyna að ganga þessa leið sjálfur, ég er búin að reyna að pröfa þetta sjálfur, vera minn eigin herra. En það verður ekki gengið vel og ég þarf á þér að halda. Ef þú ert sú manneskja í dag, þá í dag er tækifærið til þess að gera upp þín mál við Jesú Kristi, að gefa honum lífið þitt. Og ég hveti til þess að bíða ekki. Í dag er hjálpræðis dagur. Við vitum ekkert hvernig tækifæri kemur næst, en í dag er tækifæri til þess að gera upp sín mál við Guð. Og ef þú ert hér í dag, þá hveti ég til að gera það þegar við ætlum að fá lofgjörðina upp. Við ætlum að lofa aðeins Guð saman og það er fyrirbæn inn í hliðarsalnum. Og ef þú vilt koma, við biðjum fyrir þér og leiðbeinið það áfram, að þá viljum við gjarnan fá að gera það. Og ef þú vilt bara þrái kraft til þess að segja öðrum frá, að þá viljum við líka biðja með þér að hver önnur aðstæð sem er yfir lífiðinu. Eftir samkomuna þá er kaffi og samfélag, vinur okkar og samhjálp sem eru að fara á biblíuskóla, ætla að selja kleinur, endilega styrkjum þá og blessum þá. En fyrst og fremst, gerðu upp þín mál við Guð. Hafðu þitt á hreinu gagnvart Guði. Hann elskar þig. Amen. Ég langar kannski aðeins að ég satt og hlustaði á Aron. Og ég man eftir því fyrir einhverjum 30 árum síðan. Og satt ég, var í biblíuskóla og ég satt og hlustaði á mann sem var að segja frá sinni fyrstu ferði að vitna fyrir öðrum. Og hans saga var svo að hann var frá Írlandi, hafði verið í írska lýðveldishernum og þegar að bestu vinir hans voru sprengdir í loft upp á krá í Belfast, þá fannst honum nóg komið. Hann sá ekki mikla framtíð í þessari baráttu og hann gekk inn í litla Hvítasunukirkju í Belfast og þar frelsast hann. Og þar kynntist það líka ungri stúlku sem var dóttir forstöðumannsins og hún var vön að fara út að vitna og hann var algjörlega blautur á bak við eyrun og nema hann vildi bara vera með henni
Svo hún sagði, væri til í að koma með mér? Ég fer út og segi fólki frá. Hann segir, ekkert mál. En hann var svo skelfingu lostinn innan með sér að hann bað allan tíma, Guð, ef þú ert til, þá bið ég að enginn opni dyrnar þegar ég banka. Því hann sagði, ég hef ekki hugmyndu hvað ég á að segja. Og svo sagði hann, og ég fekk bænasvar, það bara var enginn heima. Svo segir hann, svo kemur hann að dyrum og hann biður enn ákafar og hún svona segir, hann býtu, finnst þér þetta ekki gaman? Hann segir, jú, segir hann. Og hann segir, far þú einn núna. Og þá fannst hann eins og Guð væri búinn að yfirgefa sig og nema hann bankar voru laust og hún kallar, það heyrir enginn þetta. Svo hann bankar hans fastar og allt í einu sér að hreyfingu fyrir innan og hann svona bara byrjar að frjósa og svo segir, hann var lágvaxinn lítill og það opnast dyrnar og fyrir innan stendur stærsta kona sem ég hef nokkuð sinni síðan sagðan. Hún svona hreytti í hann, hvað viltu? Og þá sagði hann, get ég fengið að fara á klósetti? Og þetta var sem sagt fyrsti vitnisburðurinn hans. En síðan þá fékk hann bara tækifæri til þess að æfa sig í þessu. Svo ég segi þetta til þess að ef að þið hafið upplifað þetta eins og hann, komið þið næst til þess að heyra hvernig á að fara. Nú vitum við hvernig á ekki að gera þetta. En minnst þetta yndisleg sería því að hún er svona hvatning til okkar allra að gefa og deila því sem að við eigum best með öðrum. Það er ekki þess dýrmætt að þú ætlum að syngja saman. Það ekkert eins dýrmætt og þú, ekkert eins dýrmætt og þú. Drottinn, ég bara bið að þú hjálpir okkur öllum til þess að vera vitnisburður fyrir þig. Jafnvel þó við séum á þeim stað að orðin flækjast fyrir okkur og biðja Drottinn að við mögum alltaf vera meðvituð það hver við erum, hvar sem við erum. Að það sem við gerum og það sem við erum, það ber vitni þann sem við tilheyrum, þau áhrif sem að þú hefur haft á líf okkar. Og ég bið Drottinn mig, viltu mæta okkur einu og sérhverju. Þú veist hvar við erum stödd, þú veist hvað við erum að takast á við. Og ég vil fá að leggja okkur öll í þínar hendur. Drottinn, gefðu okkur visku og gefðu okkur styrk. Drottinn, gefðu okkur líka orð og gefðu okkur djörfung. Og hjálpa okkur í öllu sem við gerum, Drottinn minn, að bera vitni fyrir þig. Og ég vil bara lofa þig og vexa með þig. Og þakka þig, Drottinn, fyrir þessu orð hér í dag sem við fáum að taka inn í huga og hjarta okkar og ganga síðan út á í vikunni sem að byrja. Drottinn, þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Amen. Okkur langar að blessa ykkur í lokin með blessunarorðunum og
takið þau með ykkur og við höldum áfram samfélagi hérna niðri eins og við erum vön og njótum þess að eiga samfélag hvert með öðru árum við förum síðan hvert til okkar heima. Drottinn blessi þig og varviti þig. Á laugardaginn kemur, ég vil minna á það ruglaðist kannski aðeins, þetta var spurning hvort að gig var með hérna sálmakvöldi, en það gig sem með tónleika á laugardagskvöld, það öllum opið og ókeypis inn klukkan 8 og síðan sálmakvöldi sem upp í Stangarhyl á föstudagskvöldi og það líka klukkan 8 svo að mikið boðið upp á í músikinni. Svo langar við bara til þess að minna ykkur á jólatónleikana. Það alveg frábært tækifæri til þess að koma með fólk í kirkju og ekki segja þeim bara frá. Bjóðið fólki með. Notið þetta einstaka tækifæri til þess að bjóða fólki á þessa frábæru tónleika og það verða seldir miðar hérna niðri á eftir. Drottinn blessi þig og varveiti, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sér samkomunar frá Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgst með okkur. Það ekkert betra en að dvelja í nærveru Guðs. Ég mjög þakklátt fyrir það að það var kona sem sagði mér frá þessari kirkju á sínum tíma, benti mér á að tala við Jesú. Ég þekkti hann ekki eins og ég geri í dag. Vissi ekki að það væri hægt að tala við hann bara með manns eigin orðum. En ég óendanlega þakklátt fyrir að einhver skuli hafa sagt mér frá og þú sem átt trú á hann, segðu öðrum frá. Biðdu Guð að leiða þig við hvern þú talar, bjóddu fólki með þér í kirkju og komdu í kirkju. En mér langar til þess í bara skammastund að biðja fyrir þér vegna þess að Jesús þekkir þarfir þínar, hann heyrir bænir og hann svarar þeim. Drottinn, ég þakka þér fyrir þá sem að horfa á þessa samkomu eða hlusta á hana. Og ég bið þig, Jesús minn, að þú komir inn á hvert einasta heimili, þú komir inn á vinnustað eða hvar sem fólk statt og að þú mætir því. Ég bið Jesús að þú opnir hjarta þeirra sem eru að horfa eða fylgjast með og ég bið bara að þú komir inn með þinn frið, þína lækningu, þína hjálp, þína blessun í öllum hlutum. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur tilgang með líf okkar og ég bið þess að viljinn þinn verði í lífi þeirra sem eru að horfa eða hlusta. Í Jesú nafni. Amen. Vertu velkomin í Fíladelfíu næsta sunnudag klukkan 11 og bara hreinlega alla daga þess á milli. Þú finnur dagskrána á heimasíðu kirkjunnar filadelfia.is. Við þökkum fyrir í dag og ég bið Guð að blessa þig.